hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþáttur ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og við erum komin núna yfir í körfuboltan eða nána tiltekið til Bandaríkjanna en Heiðrún Kristmundsdóttir okkur, hún að spila í háskóla körfuboltanum í Coker College heitir þetta, er það ekki rétt borið fram hjá mér Heiðrún? Jú, nákvæmlega. Komdu blessu og sæl. Blessaður. Hvað er að frétta þér hérna úti í Bandaríkjunum? Hvað segirðu? Hvað er að frétta þér hérna úti? Herðu, bara allt ljómandi. Já. Nú Það er bara, er tímabilið búið hjá þér, eða ekki? jú, það kláraðist fyrir svona 10 dögum síðan. Og er ekki leiðilegt að geta ekki spila körfubolta núna? Jú, þetta er svolítið, það vil lengi tapa og sérstaklega ekki bara í sumarfrí, 8. mars. Það Nei. er bara rugg. Og hvað gerir maður svona frá mars í sumarfríi? Maður verður bara að gera sér tilbúin fyrir næsta tímabil. Já. Það er ekkert annað í boði. Og Það er andlega og líkamlega. er þið þá að æfa ennþá eða? Herðu, nei, það er svona regla hérna í háskólaboltanum að að þið veit upp svo snemma út þannig séð að við megum ekki byrja að æfa eftir fyrir þess að Já. allar keppnir eru búnar í annari deildinni þess að þess að Final Four er búið í annari deildinni sem er á að klára svona bara ekkert á næstu dögum, trú ég. Það er nú svolítið sérstætt að með ekki æfa. Hvað segir þið? Það er nú svolítið sérstætt að það sé bannað að æfa. Já, er það ekki? Jú. Maður heyrir alltaf við að það sé bara kvartaði því að æfa of mikið, Nákvæmlega. En hvernig er annars svona, já, hvernig, ef þið lítið tilbaka í tímabil, hvernig er þið búin að ganga sjálf? Þú náttúrulega varst fyrir meiðslum í byrjun tímabils, eða ekki? Jú, það er alltaf eitthvað vesna því, sko. Ég sem sagt fekk álagsbrot, á framhæðileg fekk álagsbrot og ég var frá einhvern mánuð og byrjaði aftur að spila. Já. Og svo kom það aftur, þannig að ég tók það ákvörðin bara einsamri þrjósku. Að spila bara, en að vera á hækjum sem yfir daginn. Þannig að þú varst að hækjum á daginn og körfubolta á kvöldin? Já, í raun og veru, en það var bara þrjóska, sko. Íslenska þrjóskan? Já, það var ekki að segja það. Já. Það er að, annars er þetta bara, já. En þetta var þetta síðast árið núna í Coker, eða? Herri, nei, ég á eitt þar eftir. Já. Þannig að, Fáralagt að það hljómar, þetta er búið að líða það það. ert þú þá að verða, já, einn af gamlingjónum í liðinu, eða? Já, trúið því. Nei, ég trúði nú alltaf. En það er búið að snjóa svolítið hjá ykkur, eða ekki? Og fresta skóla þegar er eitthvað smá snjókoma, sá ég. Já, vá, hversu mikið elskar maður suðrið. Það er spásið að nokkrum snjókornum og það bara verður allt vittlust. Það er bara röð út á bílastæði í Walmart, skilurðu. Fólk að bara tæma búðinargjörsala og skóla bara fresta einhverja 4 daga. Það er enda að snjóa því, svo en þetta var alltaf að kalla þetta snjór á Íslandi, sko. Já. Þannig að þetta var bara yndislegt. Já. En hvernig hérna, sko, það eru 3 árið ekki, þú byrjaði fyrir 2 árum eða hvernig er? Ég byrjaði þetta haustið 2011 og þetta eru 4 ár. Já. Þannig að klára með 3. Ertu þá ekki orðin svolítið bandarísk? Sko, það segja það allir. Fjölskyldan og vinirnir segja, þú veist, ég er orðin óbúslega bandarísk og tali með þeim og eitthvað svona, en ég veit ekki að tala um þetta. Nei. Allan að þú skilur ennþá íslensku? Já, svona, eitthvað. Nákvæmlega. En hvernig svona, hvað ertu búin að læra á þessum 3 árum sem þú ert búin að vera að núti? Herri, ég sem sagt, er á sálfræði braut, en ákvað að taka samskiptafræði með því og svo er ég núna svolítið að hallast að svona markaðsfræði og öllu því dóti, svona auglýsingum og öllu því. En ég held samt áfram í sálfræði gráðuna og þannig eftir ár verð ég útskrifaður með, já, ég er gráð í sálfræði, samskiptafræði. Já. Og útskrifastu þá? Já. Já, einmitt.
En hvernig hvað gerur þú núna í sumarfríinu þínu? Herru, ég að pæla að vera bara hérna úti. Já. Mér líður rosalega vel hérna og þetta bara einhvern veginn áalveg við mig og ég bara að finna mig vinnu í skólanum. Og skólinn að byggja risastóra íþróttahöll í veru. Eða arena eins og maður segir á bandarísku. Og bara já, það langar bara svolítið að vera hér og æfa þar og einhvern veginn bara gera mig tilbúin fyrir loka árið og bara sjá hvort að, ég veit ekki, ég gæti bara segja mig búa hérna eða eitthvað. Já. En þú losar þig allan við hækjunnar eða ekki yfir sumartíman? Jú. Já. Og þú ert ekki að vera með það núna næsta leiktími fyrir? Nei, við sem að sleppa því. Þú meiddist líka í fyrra eða ekki? Jú. Ég finnst ekki alveg að standa með að representa vikingana hérna. Trökkbreiðis, anskurinn. Já. Já. En hefur hún nærið að fylgjast eitthvað með boltanum hérna heima? Já, auðvitað. Og hvernig finnst þér svona boltin ef ég beint skýtaði beint í dóminusdeild kvenna? Herðu, ég var hundfúl yfir því að mína stelpur komast ekki lengra. En alltaf stolt af þeim, enga síður. Ég hafði svolítið auðvitað að Snæfelli samt, náttúrulega Hildur og Gróa, stelpur sem ég náttúrulega spila með í KR áður en ég fór út. Og ég var að halda með þeim, en síðan var ég bara að lesa bara daginn að kanin þeirra og Hugrún voru að neytast, þannig að það verður svolítið áfall fyrir þær. Já. Þannig ég veit ekki alveg, það verður bara, ég held að Haukarnir takit ekki með Lele, hún er alveg ótrúleg. Já, nákvæmlega. Hún verður skemmt allt. Fáránlegt. En kællanir að standa sig vel hérna, káringarnir allána? Já, þarna er að tala saman. Ég er ótrúlega ánægð með það og þau eru að standa sig vel. Pavel og Martin eru ábygglega bara einu mér uppáhaldsleikmönnum, sko. Já. Í dóminusdeild karla. Þannig að ég bara finnur eitthvað flotta hluti með það. Og heldur að þeir verði meistarar? Já, það má ekki stíða þeim til höfuðs, bara venjulega tímabilis, hvað þeim gekk vel. Já. En hvernig nærða að fylgjast eitthvað með NBA-deildinni hann úti? Ertu að kíkja eitthvað á NBA-leiki? Svona aðeins, ég fór meira á leiki fyrsta árum mitt og eitthvað, ég var einhverja 3 leiki. En ég var ekki farið núna, neitt. Nei, og hvað er þitt lið í NBA-deildinni? Veistu, ég áður ekki lið, ég ætti að segja bara aðalega leikmenn sem ég fylgjast með. Já, og hvaða leikmenn lítur þú svona til? Náttúrulega Chris Paul er alveg snillingur og Steph Curry og svona Rondo alltaf samt ekki eitthvað á síðkasti, sko. Já. Og svo Tony Parker maður alltaf auðvitað með honum, sko. En það spilaður svipaða stöðu þú? Mikið rétt, fattað. En Heiðrún, þannig að þú ætlar bara núna, þú ert bara í sumarfrí núna í mars. En ekki svona ákveðið Mars Madness eitthvað í gangi þarna úti núna? Jú, háskólabóttin er alltaf bara að fara fyrr. Já. Og það er náttúrulega verður alltaf visslust hérna út af því og það er múga æðisingur bara í hægstu gæðum, þannig að ég er mjög spennt fyrir að fylgjast með Mars Madness. Þetta er svolítið, er það ekki bara, menn eru bara límdi við þetta? Hvað segir þau? Jú, algjörlega og það verður að búa til brackets og þetta er bara full-time job að fylgjast með þessu. Já. Er einhverju framtíðar NBA-leikmenn hérna í háskólanum hjá þér? Ekki hérna hjá mér, sko, en það er allt í kringum mig, fullt af þeim. Já. Og eins og Jabari Parker sem er að spila fyrir Duke, við náttúrulega spilum Duke stelpurnar í haust. Þannig að maður finnst manni svona tengjast þeim alveg eins og skrýta það hljóma, skilur þau. Þannig að það er ógeðslega gaman að bara vera í kringum allt saman. Já, nákvæmlega. Það er svona eitthvað í lokinn sem þú ætlar að skila hérna til Íslands? Það er bara áfram körfubolti, er það ekki? Jú, það held ég nú. Heiðrún Kristmundsdóttir, bestu þakkir og skemmtu þér í sumarfríinu núna. Takk fyrir það. Þessu. Já, þetta er Heiðrún Kristmundsdóttir, hún er að spila í Coker College í Bandaríkjónum og er að standa sér prýðilega þar, er á hækjum á daginn og spilar á kvöldin. Þetta er náttúrulega íslenska þrjóskan eins og hún leggur sig. En sportáttunum verður ekki lengri í kvöld en ég minni að sjálfsögðu á
leikina sem eru framundan, byrja á körfunni. Það eru núna næstu leikir í körfunni er allan núna á fimmtudaginn. Það er úrslitakeppni karla að hefjast. Það er Grindavík Þór Þorlákshöfn og KR Snæfell. Þessi leikir á fimmtudaginn klukkan korter yfir 7. Svo föstudaginn er Keflavík Stjarnan og Njarðvík Haukar og þessi leikir hefjast líka korter yfir 7. Nú úrslitakeppnin í dómnefndsdeild kvenna hófst í kvöld með 2 leikjum. Valur sigraði Snæfell 78-66 og Keflavík tapaði gegn Haukum 65-81 og næstu leikir eru núna bara á miðvikudaginn. Það er Snæfell Valur og Haukar Keflavík. Þessi leikir hefjast korter yfir 7. Og svo spilaðir aftur á föstudaginn, þá er það Valur Snæfell og sá leikur er klukkan 6 og svo á laugardaginum er Keflavík Haukar klukkan 4:30. Og í fyrstu deild karla þá eru næstu leikir þannig að Fjölnir og Breiðablik eigast við í fyrsta leiknum í úrslitakeppninni þar á föstudaginn korter yfir 7 og Þór Akureyri Höttur klukkan 8. Svo spilaði þessi lið seinni leikinu sína á mánudaginn næsta. Og í handboltanum þá eru nokkri leikir framundan þar. Og ef við byrja á Ólisdeild karla þá eru næstu leikir þá Akureyri Valur á fimmtudaginn klukkan 7 og í Vestmannaeyjum er það IBF HK klukkan 7:30. Í Seinaköllinni er það Haukar IR og í Framhúsum klukkan 8 er það Fram FH. Það er stórleikur og fleiri leikir eru ekki á dagskrá í handboltanum í kallamegin. Svo eru næstu leikir kvennamegin, það eru ekki fyrir á laugardaginn klukkan 12:30 í Vestmannaeyjum. Þetta er síðasta umferðin. Klukkan 12:30 í Vestmannaeyjum IBF FH, Haukar Fram, Hertsöllinni er það Grótta Stjarnan, Afturölding HK, Selfoss Fylkir og Valur KA Þór. Þessi leikir hefjast allir klukkan 12:30 en það er þetta að loka umferðin í Ólisdeild kvenna. Og svo eru leikir í fyrstdeild karla líka og ég er að ná því hérna upp. Næstu leikir eru núna á föstudaginn klukkan 6:30 í Laugardalshöllinni er það Þróttur Fylkir, N1-höllin er Afturölding Fjölnir klukkan 7 og Selfoss er það Selfoss Stjarnan klukkan 8. KR heimilin er KR Grótta korter yfir 8 og svo er það ekki fyrir viku seinna sem næstu fyrir. Ég get gestur frá Hæli, ég þakka fyrir hlustunum í kvöld og við heyrumst hress og kátt í næstu viku og minn ykkur á viðtölu og þætti kvöldsins verður komin á Suðurland FM strax í fyrramálið. Bestu þakkir. Við stöndum saman allir sem einn, uppgjöf þekkir enginn hér. Við erum harðir allir sem einn, öflug lífsheild sem fórnar.